Góðan daginn. Kæru gestir, styrkþegar og aðrir og þeir sem í streymi, verið velkomin á vorfögnuð Tækniþróunarsjóðs og ég heiti Lýður Skúli Erlendsson og ég sjóðstjóri hjá Tækniþróunarsjóði. Uppræðu var áætlað að Ágúst Hjörtur Ingþórsson, nýskipaður forstöðumaður Rannís, myndi opna fundinn hérna. En hann því miður forfallast í dag og verður ekki með okkur, þannig að ég stíg inn fyrir hans hönd. En hann baði fyrir bestu kveðjum til fundargesta. Það ánægjulegt að sjá hvað margir eru mættir hérna hjá okkur og við erum með töluverðan fjölda í streymi líka. Og þessi fundur árlegur viðburður hjá okkur. Hann hefur verið haldinn í nokkur ár en það var svo sem féll niður 2020 út af COVID og var með takmörkunum síðast. En þessi fundur til þess að samfagna með þeim sem að fá úthlutun hjá okkur núna á vormisseri og það 91 verkefni sem að fá stuðning hjá okkur og mun Sigyn Jónsdóttir sem varaformaður stjórnar Tækniþróunarsjóðs fara betur yfir úthlutun á eftir. En þetta einn stærsta úthlutun í sögu sjóðsins að þessu sinni. Og það bárust 400 umsóknir og mér langar alveg sérstaklega fyrir hönd Rannís og Tækniþróunarsjóðs að þakka fagráði fyrir þá mikla vinnu og góðu vinnu sem þau voru með núna á vormisseri í því að meta umsóknir og koma með ráðgefandi álit til stjórnar sjóðsins og stjórnin tók síðan ákvörðun úthlutun. En vorfundirnir hjá okkur eru yfirleitt með einhverri yfirskrift. Og þar tekið á ýmsum málefnum sem eru mikilvæg í frumkvöðlastarfsemi á Íslandi. Og í fyrra þá var yfirskriftin á vorfundinu hjá okkur tækni og skapandi greinar og samspil þar á milli. En núna verður yfirskriftin jafnræði í íslenskri nýsköpun með sérstakri áherslu á að auka hlut kvenna. Og það málefni sem hefur verið mikið í deiglunni undanfarið og mikilvægt málefni í þessu samfélagi og við sjáum það alveg á þeim tölum sem hafa verið birtar að það hallar mjög á hlut kvenna, sérstaklega kvenna sem eru þá stofnendur verkefnum og verkstýra nýsköpunarverkefnum og við lítum svo á að það sé mikilvægt að það sé samtal milli hagsmunaaðila til þess að reyna að finna leiðir til þess að breyta þessu og við vonum það að samtalið í dag í bæði ávörpum sem verða hérna og í panelumræðunum muni hjálpa til við að stuðla að auknum hlut kvenna í fjármögnunar og stuðningsumhverfinu hérna á Íslandi. Fundurinn verður helgaður þessu málefni og konur verða mjög í fyrirrúmi á fundinum og ég raun og eini kallinn sem verður á mælendaskrá hérna, annars það bara konur. En dagskráin í dag að hún breytist aðeins, ráðherra fastur í atkvæðagreiðslu á Alþingi en mun vonandi koma síðar inn á fundinn og það verður Sigyn Jónsdóttir sem varaformaður sjóðsins sem mun stíga hér næst upp og ræða aðeins úthlutunina og síðan mun Inga Tinna sem framkvæmdastjóri og stofnandi Dynout koma með erindi og svo mun Sigyn stýra hringborðs umræðu. Og ég vona bara að þið njótið fundarins og að þetta verði áhugaverður fundur, þannig að ég bara býð Sigyn upp á svið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Lýður. Gaman að sjá ykkur öll hérna í dag. Ég ætla að vera með einhverja glærusýningu. Hvað hérna? Geggjaðar glærur sem ég búin að leggja mikla vinnu í, þannig að þið verið bara að bíða. En já, ég heiti Sigyn Jónsdóttir og ég varaformaður stjórnar Tækniþróunarsjóðs og það ótrúlega gaman að vera með ykkur öllum inn í dag. Ég hérna í dag fyrir hönd stjórnarsjóðsins og leita ráðherra, hún ekki mætt en ég vil samt koma á framfæri þakklæti til hennar fyrir virkan stuðning í nýju ráðuneyti við mikilvæga starf sem Tækniþróunarsjóður sinnir. Að auki vil ég þakka stjórn sjóðsins, fagráðsfólki og starfsfólki Tækniþróunarsjóðs
fyrir gott og mjög gjöfult samstarf núna í vetur. Í haust var prógraminu Dafna bætt við starfsemi sjóðsins til að veita eftirfylgni og stuðning við þau verkefni sem hljóta sprotastyrk hjá sjóðnum og er að ræða vinnustofur fyrir styrkþega ásamt 6 mánaða samstarfi við útnefndan mentor. Prógramið er samstarfsverkefni Tækniþróunarsjóðs og Klags og ríkin mikil ánægja með verkefnið almennt. Svo mikil ánægja til stendur að stækka prógramið og bjóða það öðrum styrkþegum sjóðsins vonandi frá með haustinu. Nú langar mig til að kynna fyrir ykkur úthlutun sjóðsins að meðtalinni úthlutun fræstyrkja frá því í apríl. En eins og Líður sagði áðan þá hefur stjórn Tækniþróunarsjóðs samþykkt að bjóða fulltrúum 91 verkefnis sem sóttum í sjóðun og voru með sér að ganga til samninga nýja styrki. Alls bárust 417 umsóknir og er árangurshlutfall styrkta verkefna sem hlutfall af innsendum umsóknum 22%. Og í þessari úthlutun er styrkveiting til nýra verkefna rúmar 900 milljónir króna. En þar sem verkefnin eru til allt að 3 ára nemur heildarkostnaður vegna þeirra 1,7 milljónum króna. Og það er bara mjög sambarlegt við úthlutun í fyrra, þannig að við erum svolítið að halda bara velli. Veittir eru styrkir í 5 styrkjaflokkum og hver þeirra er sniðin að mismunandi þróunarstigi verkefna. En sú nýjung var tekin upp í þessari úthlutun að skipta markaðsstyrknum upp í 2 hluta sem eru sem sagt þarna neðst markaðsþróun og markaðssókn. Markaðsþróun miðar að uppbyggingu markaðsinnviða fyrirtækisins og lítur að svona greiningu markaðar og svona greiningu innviðana og markaðssókn miðar að sókn á skilgreinda markaði og þá er líka með að sé tilbúin vara. Það er mat stjórnar að skiptingin hafi verið vel heppnuð og hún gefur bæði fagráðum betri tól til að meta umsóknir, það eru mjög ólíkar umsóknir þarna á milli og líka styrkþegum og umsækjendum betri fókus til að skilgreina verkefnin. Árangurshlutfallið er mismunandi eftir flokkum en hér má svo yfirleita við þá skiptingu þar sem árangur í fræi og markaðsþróun er einna hæstur og árangur í öllum flokkum er 18% eða hærri sem er að bara teljast nokkuð gott og gott með við svona fyrri störf. Hér á eftir munum við ræða hlut kvenna í nýsköpun og hvernig með rétta af kynjahallan sem blasir því miður enn við okkur í þessum geira. Og það er því áhugavert að skoða hlutfall umsókna og styrktra verkefna með tilliti til kynsverkefnastjóra. En það ber þó að taka fram að ekki var söfnað gögnum fleiri kyn sem að útskýri greininguna niður á skalla á konur en ekki önnur kyn. Í umsóknum voru 244 kallar og 159 konur, skráð verkefnastjórar. Þannig að hlutfall umsókna frá konum í heildina er hærra en áður, það er rúm 40%. Alls eru 53 kallar verkefnastjórar í styrktum verkefnum og 38 konur sem gera þá 58-42 hlutfallið, köllum við vel. Svo árangurshlutfall kynjana er mjög svipað, það er 22 og 24%, þannig að það er 2% stigum hærra hjá konum þegar horft er á heildina. Þannig að akkurat þessi tölfræði lítur svona vel út, en það ber að taka fram að kynjahlutfall veittra styrkja er í dag aðeins skoðuð eftir á í umsóknarferlinu. Þannig að þetta er skoðað eftir að það er búið að ákveða úthlutunina og kynverkefnastjóra kemur ekki við sögu í mati á umsóknum eins og ferli er í dag. En sú leið hefur verið farin hingað til að tryggja jöfn kynjahlutfall í fagráðum og stjórn sjóðsins til að gæta fjölbreytileika matsaðila. Annað sem ég langaði til að benda á við þessa fínu tölfræði er að hér er verið að greina eftir kyni verkefnastjóra sem eru ekki endilega eigendur, stofnendur eða æðstu stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem sækja og verður þeim upplýsingum hér eftir safna saman til að geta greint enn betur hvernig skipting fjárveitinga í nýsköpun er eftir kynjum. Leiðir til að tryggja jafnrétti í nýsköpun á Íslandi verða svo ræddar hér í panel á eftir með góðum gestum. En þá er komið að því
skemmtilegasta sem maður gerir hérna er að varpa upp þeim frábæru verkefnum sem fá styrki á Tækniþróunarsjóði í þessari voru úthlutun. Og frekari upplýsingar úthlutunina og tölfræði en tengdri má bara finna á Rannís vefnum og náttúrulega bara svona þegja og njóta og hérna leyfa ykkur að sjá þessi flottu verkefni. Máli klappa, bara segja. Það var áfram, þetta er ekki alveg búið. Ja. Innilega til hamingju öll sömul. En þá er mér sönn ánægja að bjóða velkomna á svið eitt styrkþegi vexti þetta árið, frumkvöðulinn Ingu Tinnu Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra Dine Out. Gefið henni gott klapp. Á ég að loka tölvunni? Ekki. Ok. Komið sæl og blessuð og gaman að vera hérna með ykkur. Sannur heiður að fá að taka þátt í þessari flottu athöfn. Þegar ég var beðin að halda þetta erindi og fara yfir síðustu ár, þá fór ég að hugsa tilbaka og rifja upp svona mína sögu. Það er ekki eins og maður gefið sér oft tíma til þess, en það er líklega hollt, bæði gagnvart því að læra af reynslunni og ná jafnvel að miðla henni þar sem hún getur komið einhvers staðar að gagni. Maður er mun oftar upptekinn af næstu markmiðum og það gleymist að staldra við, lítið við farinn veg og fagna sigrum, stórum sem smáum. Stutt útgáfa minni sögu er svo árið 2010 útskrifast ég úr rekstrarverkfræði og hafði það ári áður byrjað að vinna í eignastýringu í banka. Ég starfaði þar í nokkur ár og fikraði mig upp metorðastigann svona eins og gengur og gerist. Með hverju árinu fór innri röddin að óma hærra og hærra og ég fann það betur og betur að vettvangurinn var ekki að uppfylla þörf sem ég hafði að skapa eitthvað sjálf. Eins og sönnum verkfræðing sæmir að þá átti þetta Excel að leysa þetta verkefni, svo að sjálfsögðu var hafist handa við að lista upp kosti og galla þess að segja starfinu lausu. Niðurstaðan var mjög afgerandi. Excel mælti alls ekki með því að segja starfinu lausu og hvað þá að bæta því við að hafa ekki hugmynd hvað ég ætla að gera í staðinn. Það fór nú samt svo að rödd innsæisins fékk að yfirgnæfa verkfræðinginn og Excel-niðurstöðuna. Öllum í kringum mig til mikillar undrunar þá yfirgaf ég það sem margir myndu líta á sem algjört draumastarf og hélt út í óvissuna. Ég hafði líklega dottið á hausinn sögðu einhverjir, en í dag eru liðin 7 ár og ég hef ekki séð eftir þessari ákvörðun í 1 mínútu. Ég fór að starfa sem flugfreyja eins og ég hafði gert samhliða námi mínu. Ég var staðráðin í því að gefa mig tíma til að hugsa hvað ég vildi skapa og vera vakandi fyrir tækifærum eða vandamálum sem þyrfti að leysa. Í flugfreyjustarfinu var maður oft spurður á því hvaða veitingastaður væri góður á Íslandi, ásamt því hvað væri sniðugt að gera. Ég fór að gefa þessu gaum og úr varð að ég stofna fyrirtækið Icelandic Coupons árið 2015. Ég byrjaði að gefa út afsláttabækling fyrir ferðamenn sem innihélt leiðavísi af vinsælum veitingastöðum og afþreyingu. Ég fjármagnaði prentunina með þátttökugjaldi veitingastaðana og hélt þannig fjárhagslegri áhættu í lágmarki. Þar sem hugmyndin kviknaði borð hjá Icelandair þá hófu þeir að selja bæklinginn og síðar aðganga appinu sem kom út árið 2017. Í dag eru tugir þúsunda notendur og bæklingurinn fór fljótt úr 1500 inntökum á ári í 60.000 inntöku á ári í prentuðu upplægi. Í þessari vinnu var ég mikið að hitta veitingahúsaeigendur og fundu mínu með þeim var oft mikil truflun að því þeir voru stanslaust að svara í símann og taka við bókunum sem þeir skrifuðu niður í stílabækur eða í Excel. Þarna glitti ég ákveðið tækifæri. Tækifæri og verkefni fólst í því að auðvelda rekstraraðilum veitingastaða að halda utan bókanir
ásamt því að gera almenningi kleift að bóka borð á þess að þurfa að hringja á milli staða. Hugmyndin hafi vissulega verið útfærð erlendis en ég komst fljótt að því að best var að gera þetta sjálf frá grunni og vera engum háð. Það verkefni átti aðeins eftir að vinda upp á sig. Mjög löng saga stutt. Ég stofna Dynote árið 2017 og fjármagna þá starfsemi með sjóð Icelandic Coupons. Ég fekk til liðs við 2 forritara, þá Viktor Blöndal Pálsson og Magnús Björn Sigursson, sem jafnframt bróðir minn og var á þessum tíma búinn að klára verkfræði og við það að klára tölvunarfræði sem kom sér einkar vel. Þessi 2 snillingar lífs míns eiga allan heiður af tæknilegri útfærslu Dynote og fyrstu 3 árin vorum við einungis 3 samhliða annarri vinnu. Við erum meiri hluti eigendur fyrirtækisins í dag. Við flökkuðum á milli kaffihúsa ásamt því að heimili mitt var skrifstofan okkar þar sem við unnum hörðum höndum frá morgni til kvölds. Ég labbaði milli veitingamanna og greindi þarfirnar og kom þeim til skila til Magga og Viktors sem svo útfærði fyrstu afurð Dynote, borðabókunarkerfið. Í dag nota yfir 170 veitingastæðir lausnirnar okkar og við höldum úti stóru og vinsælu markastorgi Dynote.is og Dynote appinu. Í þessum mánuði erum við að sjá met í borðabókunum en með að við tölur síðustu 2 vikna þá stefnir í yfir 400.000 gestir sem munu setjast til borðs í júní í gegnum lausnir Dynote. Á þessari vegferð þá höfum við farið yfir óteljandi hraðahindranir og snúið við stórum steinum. Ég skal alveg viðurkenna að stundum hafi mig liðið ekki eins og ég var að labba upp Everest, heldur skríða upp Everest. En lykillinn og kúnstinn alltaf að gefast ekki upp. Það ekkert sem kemur til þín á þess að þú þurfir að hafa verklega fyrir því. Það auðvitað ekki hægt að standa hér núna án þess að minnast á eina hraðahindrun sem öll heimsbyggðin þurfti að fara yfir. COVID setti risastrik í reksturinn okkar en á svipstundu var nánast engin þörf fyrir borðabókunarkerfi. Það voru engin ferðamenn, landsmenn heima fyrir, veitingastöðum skylt að skella í lás og takmarka allverulega opnunartíma og gestafjölda. En þá var 20 í stöðinni. Annars vegar að leggja árar í bát og bíða eftir að heimsfaraldurinn gengi yfir, eða hins vegar að bregðast við breyttum aðstæðum og það auðvitað það sem við gerðum. Á þessum tímapunkti vorum við í starthólunum að koma lausnin okkar út fyrir landsteinana en það þurfti augljóslega að bíða betri tíma. Þörfar fyrir matapantanir og heimsendingar jukust og þá blasti við að róa í þá átt. Í þessari greiningavinnu og ákvörðunartöku þá var það okkur ljóst að draumurinn væri að útbúa allar þær lausnir sem veitingastæðið þyrfti til að starfrækja, hvort sem það væri í eðlilegu árferði eða í árferði eins og heimsfaraldri. Við ákveðum að hrinda því verkefni úr vör og hugsuðum alla þróun í þá átt. Það að útbúa eitt kerfi sem að styður við allan rekstur veitingastæðar. Í dag höfum við ásamt borðabókunarkerfinu þróað matapöntunarkerfi fyrir take-away og heimsendingar. Við erum með kassakerfi, við erum með QR-kóðalausnir, við útbúum heimasíður fyrir veitingastæði ásamt því að vera með viðburðakerfi sem snýr alfarið að þörfum viðburða á veitingastöðum eins og food and fun, vínsmakkanir og svo framvegis. Í stað þess að starfsfólk þurfi nú að læra á mörg mismunandi kerfi en nóg að læra bara á eitt kerfi. Nú ekkert af því sem orðið hefði orðið nema fyrir það ótrúlega flotta og magnaða fólk sem starfar hjá Dynote. Hópurinn samanstendur af 8 einstaklingum, þeim Sindra Viðarsyni og Valtý Bergmann sem sinna sölu og þjónustu ásamt því að koma að þróun allra okkar lausna. Algjörir snillingar. Við erum með frábæran ungan forritara, Ragnar Geir Ragnarsson og ásamt honum og Magnúsi og Viktori, samstofnendum mínum, vorum við að fá til liðs við okkur gríðarlega öfluga og reynslumikla forritara, þá Adam Norðfjörð Viðarsson og Guðmund Egil Bergsteinsson. Hver og einn þessara einstaklinga skipar mjög mikilvægan sess í framþróun fyrirtækisins. Andinn í hópnum frábær og vinnustæðurinn í takt við það. Það var svo í febrúar á þessu ári sem við tókum inn fjárfestingu frá erlendum aðila og þvílíkur lærdómur og reynsla sem kemur í kjölfar slíkra samninga viðræðna. Að fá svo styrk núna frá Tækniþróunarsjóð algjörlega ómetanlegt. Það tryggir okkur það sem við þurfum til að halda áfram að róa í átt að settu markmiðum. Þegar ég var beðin að halda þetta erindi þá var mér tjáð að algjör minnihluti umsókna styrki kæmi frá konum.
En af hverju eru konur í svona miklu minnihluta? Það hafa mjög margar rannsóknir verið gerðar á þessari staðreynd og niðurstöður eru margþættar, en rauði þráðurinn virðist vera sá að ímynd nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi tengist oft áhættu. Það eru til dæmis helmingur fyrirtækja sem lifa ekki af fyrstu 5 árin. Karlar eru í eðli sínu áhættusæknari en konur og eiga því auðveldara með að taka ákvörðun að feta þessa leið. Vissulega er áhætta fólgin í nýsköpun, en eins og fræðin segja að þá er jákvæð fylgni á milli áhættu og væntrar ávöxtunar. Ef hugmyndir reynist góð, er áhættan svo sannarlega alltaf þessi virði. Önnur ástæða minnihluta kvenna í greininni gæti líka verið sú að það skortir kvenkyns fyrirmyndir í frumkvöðlaheiminum. Sú staðreynd er vissulega vegna þess að konur eru í miklu minnihluta í greininni. Mannskepnan er að sjálfsögðu hjarðdýr, bæði karlar og konur, því fleiri reynslusögur frá konum, því fleiri áberandi kvenfyrirmyndir, því líklegra að konur ná að spegla sig og horfi á þennan vettvang sem tækifæri. Og svo er það hvatvísi og sjálfsöryggi. Mér er það svo sannarlega ofarlega í minni þegar strákarnir í háskólanáminu tjáðu sig eftir próf. Nánast í hvert einasta skipti voru þeir ofuröruggir að þeim hefði gengið súpervel, á meðan að stelpurnar voru síður yfirlýsingaglaðar og þar á meðal ég sjálf. Þeir sem voru yfirlýsingaglaðastir voru jafnvel þeir sem hefðu fengið glósur frá mér og mætt illa eða ekkert í tíma. Oftar en ekki reyndust svo einkunni þeirra lægri en okkar, en þetta sýnir ákveðið einkenni sem hefur líka verið rannsakað. Án þess að ég ætla að vera alhafa eitt eða neitt, að þá virðist vera sem svo að karlmenn hafi tilhneigingu til að vera sjálfsöruggari og hvatvísari en konur þegar kemur að vinnumarkaðinum. Þeim er eðlislegar að láta vaða og þetta einkenni er gríðarlega mikilvægt í nýsköpun. Ég hef býsna oft fengið spurningar, og sérstaklega frá konum, á borð við, hvernig er að vera kona í þessum nýsköpunarheimi? Er þetta ekki meira fyrir karla? Er hægt að eignast börn í þessu og áttu þér eitthvað líf? Vissulega er þetta allt spurningar sem eiga mjög rétt á sér og suma hverjar hitta beinlínis bara beint í mark. Að baki hvers fyrirtæki sem gengur vel og er í vexti er klárlega blóð, sviti og tár ásamt fórnum. En við höfum öll val. Við höfum öll val hvernig við nýtum tíman okkar og hvernig við forgangsröðum hlutum. Það er sorglegt að verja tíma sínum og orku í að reyna að passa inn í einhverja ákveðna ímynd sem samfélagið hefur búið til. Númer 1 er að vera sannarlega að upplifa að maður sé að gera hluti sem veita manni fyllingu og gleði, hvort sem það sé nýsköpun eða bara eitthvað allt annað. Að vera óhræddur við að lifa. Það að vera að sinna því sem í daglegu máli kallast vinna er eitthvað sem ég horfi á sem áhugamál og það er ákveðin forréttindi allavega fyrir mig. Þessi staðreynd hlutfall kvenna er miður, en ég hef mikla trú á því að hlutfall þeirra munu aukast í framtíðinni hraðar en okkur grunar. Ég hef með ýmsar hugmyndir sem gætu auðvelda konum að feta sig á þessum vettvangi, byggt á reynslu og þeim veggjum sem ég þurfti að stíma á síðastliðin ár. Ég hugsaði sér líka gríðarlega mikilvægt að virkja börn í nýsköpunarhugsun allt frá grunnskóla. Virkja þau að vera vakandi fyrir umhverfi sínu, sjá tækifæri og skapa. Á þessum aldri eru ungar stúlkur og strákar eins og svampar sem drekka í sig allt í umhverfinu. Ég hef mikið velt í fyrir mér, til dæmis, af hverju við spyrjum spurninga eins og hvað ætlar að verða þegar þú verður stór? Svarið felur alltaf í sig fyrirfram ákveðið hlutverk, byggt á ákveðinu menntun, í takt við uppskrift sem samfélagið hefur samþykkt. Ég hef rosalega gaman af börnum og ég spyr þau gjarnan leiðandi spurninga og reyni með því að virkja sköpunarmáttinn því hann er svo sannarlega til í öllum. Ég verð þó að segja að mér finnst mikil breyting í áherslum á frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun síðastliðin ár á Íslandi. Mér finnst sérstaklega síðastliðið 1-3 ár þrátt fyrir COVID að maður sér markvisst verkefni stjórnvalda að búa til góða umgjörð fyrir fólk í nýsköpun. Það er líklega ekki hægt að undirstrika það nógu mikið hversu mikilvægt það er að styðja við þessa atvinnugrein og að úrræði séu áberandi og auðsótt. Þarna finnst mér að hafa tekið eftir mikilli vakningu, til dæmis þvílíkt flott setur og vettvangur fyrir nýsköpun í húsi Grósku,
það eru breyttir lagarammar og áherslur á styrkveitingar. Það eru ótal fleiri tækifæri og nú höfum við til dæmis titlaða nýsköpunarráðherra sem atorkumikil og ofuröflug og lætur verkin tala. En hvað þarf til í þessum nýsköpunarheimi? Það þarf frjóa hugsun, það þarf góða hugmynd, það þarf óbulandi trú á að hugmyndin muni leysa þörf eða vandamál, það þarf gott og öflugt teymi, mikið keppnisskap, mikla þolinmæði, sterkan skráp, vera viðbúin mörgum hindrunum, taka mótlæti og erfiðleikum sem tækifærum, vera óhræddur og fljótur að bregðast við síbreytilegu umhverfi. Svo gulls í gildi að hafa góðan ráðgjafa og klappstýru sem hægt að leita til og fá lánaða dómgreind frá. Faðir minn á klappstýrutitilinn algjörlega skuldlausan. Hann minn helsti ráðgjafi og heiðurinn af því að blása hita til mín þegar ég orðin þreytt á því að skríða upp Everest. Það algjörlega ómetanlegt. Ég hef stundum þurft að bíta í tungun á mér, alveg frá því ég var ung stelpa, því þegar ég kvartaði að eitthvað væri óendanlega erfitt, að þá sagði og segir pabbi alltaf það sama, já Inga-Tinna, en þá bara að halda áfram. Þetta svar sem stundum svo erfitt að heyra, en svo sannarlega rétt og hefur mjög oft verið mjög þarft. Hann mikill verkfræðingur og með gríðarlegt keppnisskap sem ég held að hafi aðeins smitast yfir á mig. Það aldrei í boði að gefast upp. Hann á mýmörg gullkott sem óma í höfðun á mér, sérstaklega þegar aðstæður verða krefjandi. En til að fara í smá niðurlag og samantekt á undanförnum árum, þá staðan þannig að við höfum farið úr því að vera eins og flækingar á milli kaffihúsa yfir í gluggalausar skrifstofukompur með heimilin undirlögð, en nú að standsetja stórt skrifstofurými með gluggum og skýr markmið. Við ætlum að reyna fyrir okkur á erlendum mörkuðum og búum að mögnuðu teymi sem skiptir langmestu máli í þessu öllu saman. Það samt ekki nema 5 ár síðan þetta var bara hugmynd, lítil hugmynd og autt blað. Það sem svo fallegt við nýsköpun að hún spyr ekki hverra manna þú ert, hvaða menntun þú hefur eða stöðu í samfélaginu. Þú sér alfarið sjálf eða sjálfur að skapa þá veröld sem þú hefur trú á. Það eina sem þú þarft að gera að fara á stað, vera óhrædd við að mæta mótlæti, halda í trú þína og hlusta á innsæið. Vera fús til að hlusta á aðra sem vita betur eða hafa eitthvað til málana að leggja. Treysta starfsfólkinu og horfa á teymið sem eina liðsheild. Út frá minni reynslu ekkert til sem heitir heppni. Árangur verður ekki til á einni nóttu og án þess að fyrir honum sé haft. Þetta snýst allt að taka skrefið, taka svo næsta rétta skref og svo næsta rétta skref. Að vera viðbúin því að hlutin munu alls ekki þróast nákvæmlega eins og þú leggur upp með í byrjun og það margt sem mun koma óvart. Ekki horfa of mikið í baksýnisspegilinn eða hugsa hvað aðrir að gera, nú eða ekki gera. Ekki láta höfnun draga úr þér og passaðu hvernig þú eyðir tímanuðinum af því hann gríðarlega dýrmætur. Eftir hvert ár hefur þú klárlega lært eitthvað nýtt og þroskast og sér hluti sem hafa komað þér á óvart. Þrátt fyrir að ég telji mig ennþá frekar unga að verða 36 ára eftir nokkra daga, að þá finnst mér samt hafa séð og lært svo margt. Hlutir hættir að koma mér á óvart eins og gerðu fyrir nokkrum árum og skrápurinn orðinn töluvert þykkari. Það ekki hægt að gera ráð fyrir því að fólk hugsi eins og maður sjálfur og það ekki hægt að gera ráð fyrir því að allir séu heiðarlegir. Það ekki hægt að gera ráð fyrir því að utanaðkomandi þættir spili með þér. En það sem mestu máli skiptir að þú missir ekki sjónar af trú þinni og gildum. Það eina sem hægt að gera að hafa áhrif á það sem maður getur haft áhrif á, sem maður sjálfur og hvernig maður bregst við í ákveðnum aðstæðum. Í lokin að þá langar mig að hvetja fólk og þá helst konur að í stað þess að hugsa nýsköpun sem fjarstæðukenndan draum, að horfa á hann eins og gúrmei rétt á matseðli. Ævintýraferð, kryddu með spennu, seiglu, óvissu og trú. Og ég ætla svo sannarlega að mæla með að panta þennan rétt. Takk fyrir mig.
Frábært, takk kærlega fyrir þetta erindi Inga Tinna. Þetta var mikil svona, ég myndi segja hvatning fyrir frumkvæðla og góður innblástur fyrir panelinn sem við erum að fara í. En mér langar að biðja panelgestin okkar að koma hérna og setjast við borðið. Hringborðið. Já. Einmitt, ok. Hérna, eins og við erum búin að vera að tala með þetta í dag, þá rennur meira hluti fjármagns í nýsköpun á Íslandi til karla sem eru í miklu meira hluta stofnendur og eigendur þeirra fyrirtækja sem fá styrki og fjárveitingar. Og þetta sýna tölunar hjá Tækniþróunarsjóði og í nýlegri úttekt Framvís, samtaka vísifjárfesta sem KPMG framkvæmdi, sem og fyrir samantækti Norstak og fleiri aðila. Og við getum öll verið sammála að nýsköpun eigi að vera fyrir alla og endurspegla samfélagið okkar. En hvað ætlum við að gera til að breyta stöðu mála, til að svara þessari einföldu spurningu og ræða jafnrétti í nýsköpun á Íslandi eru hingað komnar konur sem hafa reynslur úr ýmsum áttum nýsköpunar og fjárfestinga. Og ég ætla nú að byrja að bara kynna þér hérna. Það eru Kristín Soffía, Hrönn og Ragna og Magga og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim áður en við byrjum. Byrjum á Kristínu Soffíu sem situr hérna næst mér. Hún er framkvæmdastjóri KLAG, fyrrverandi Icelandic Startups, en KLAG sér að aðstoða frumkvöðla að raungera hugmyndir sínar og sprotafyrirtæki að vaxa bæði innan lands og utan. Bakgrunnur Kristínar er í umhverfisverkfræði og lá leið hennar inn í heim nýsköpunar í gegnum hringrásarhraðalinn Hringiðu sem hún stofnaði þá sem stjórnarformaður Faxaflóahafna en hún var fyrsta konan til að sinna því embætti og sat sem stjórnarformaður í 7 ár. Hún hefur komið að stofnun 2 sprotafyrirtækja og hefur í tvígang fengið styrk frá Tækniþróunarsjóði. Innilega velkomin. Svo er það Hrönn Greipsdóttir, hún er framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Hún tók nýverið við því starfi, en áður starfaði hún sem fjárfestingarstjóri hjá Íslandssjóðum og býr yfir margvíslegri reynslu úr fjármála og ferðageiranum, ásamt því að hafa setið í stjórnum ótal fyrirtækja. Hún er viðskiptafræðingur með MBA Finance gráðu frá City University í London og hefur starfað með leiðtogaauðum frá stofnun, en meginmarkmið félagsins er að efla unga kvenstjórnendur og miðla reynslu til þeirra. Svo er það hún Ragna Margrét Guðmundsdóttir, stofnandi Piccolo. Hún er framkvæmdastjóri og annar stofnandi snjalldreifikerfisins Piccolo og til gamans má geta í þessari úthlutun Tækniþróunarsjóðs fékk Piccolo markaðsþróunarstyrk en áður hefur Piccolo fengið sprota og fræ. Ragna er með meistaragráðu í nýsköpun og viðskiptaþróun frá Háskóla Íslands og BA-gráðu í Visual Communication frá Danish School of Media and Journalism. Og svo er það Magga eða Margrét Ormslefa Ásgeirsdóttir, fjárfestingarstjóri hjá Brunni Ventures sem rekur 2 vísisjóðir samtals að upphæð yfir 13 milljarða króna. Brunnur fjárfestir í íslenskum sprotum og íslenskum teimum erlendis. Hún hefur setið allan hringinn við borðið í sprotaheiminum og byrjaði stuðningsumhverfi grasrótar 2011, fór svo yfir í að byggja upp tæknisprota á alþjóðamarkað og starfa nú sem fjárfestingarstjóri. Auk þessara krefjandi verkefna hefur hún á leiðinni einnig tekið þátt í stjórnum og verkefnum á vegum ríkis eða atvinnulífs til að bæta umhverfi nýsköpunar og rekstrar á Íslandi, auk þess að dæma og vera mentor í innlendum og erlendum nýsköpunarhöðlum og keppnum. Þannig að þessar 4 konur, þær eru að fara að geta svarað þessu, held ég. En eigum við ekki bara að vinda okkur aðeins í panelumræðunar. Ég ætlaði bara að byrja á svona að spyrja ykkur allar, byrjum bara hérna hjá þér, Kristín Soffía. Koma tölur kynjahalla í fjármögnun nýsköpunarverkefna á Íslandi ykkur á óvart og er ykkar upplifun almennt að nýsköpunarumhverfi á Íslandi sé karllægt? Já, bara góð spurning. Já, það kom mér aðeins á óvart hversu mikill hallin er inni á vísisjóðunum. Sú greining svona kom okkur á óvart. Kynjahallin, nei, hann kemur ekki óvart. Það er eitthvað sem við höfum séð bara gegnum sterkar staðalímyndir sem við höfum allast uppið. Það kemur frekar raun óvart hvað við upplifum gegnum okkar verkefni, hvað er auðvelt að hafa áhrif á þetta. Þannig að, já, þetta var stuttasvarið.
Já, ég tek undir það. Þetta kom mér aðeins óvart og ég átti nú ekki von á því að kynjahallinn væri svona mikill. Ég var vonast til að vera aðeins minni. En hins vegar þá upplifi ég svolítið déjà vu því að fyrir einhverjum 20 árum síðan að þá voru við konur komnar saman til þess að hvetja konur til þess að sækja stjórnarstöður og það var eitthvað mikið hjartans og baráttumál því að þá var þessi staða ámóta í því konur sem sátu í stjórnum fyrirtækja. Það var síðan til þess að það var sett á lög kynjakvóta í hlutafélögum og stjórnum lífeyrissjóða sem að við vorum margar hverjar bara alls ekki hrifnar af því við vildum auðvitað komast áfram á íslenska dugnaðunum frekar en einhverjum lögum. En hann hafði virkilega mikið að segja, þannig mér finnst eiginlega svolítið eins og þessi barátta sé kannski ekki barátta, heldur þetta svona átaksverkefni sé svolítið komið hinga núna. Já, ég myndi segja að þetta kom manni svolítið óvart, en samt var maður búin að heyra af rannsóknum erlendis sem að gefa þessa tölu til svona kynna og svo þegar maður svona fekk að sjá þessa skýrslu eða tilkynningu síðasta haust og þá fór maður bara svona, við erum náttúrulega 2 kvenkynstofnendur af Piccolo og þá fór maður svolítið svona að hugsa sér tvisvar hvort að við ættum að fara að mögulega endurhugsa hverjir fara að mæta á fundina sko. Þannig að það alveg, þetta kom manni svolítið óvart en samt svona bæði og. En já. Ég ætla að vera alltaf öðruvísi, það kom ekki það óvart. Nei, það náttúrulega kannski verðt að nefna nokkra hluti og mér finnst mjög mikilvægt, alltaf eins og Ragnar segja, að við tökum samtalið á réttum ályktunum og réttum forsnum. Því við erum alls ekki fæla flotta konur frá því að hafa sambandi fjárfesta og komin að gólf til okkar því að fjárfestarnir og vísisjóðarnir græða bara á því að það séu allir heilarnir í landinu en ekki bara helmingurinn sem að koma inn með flottar hugmyndir því við viljum fá flottasta fólki með flottastu hugmyndirnar en þetta er best að hafa fjölbreytt heimi, svo það sé sagt. Og þess að tölfræði var náttúrulega líka að sína að meira 50% fór í blöndu teimi sem er mjög jákvætt en nú er ég búin að vera rúmlega ár fjárfestingarstjóri og ég var einmitt svo hissa því ég kom inn, svo að fundur og svo að fundur og svo að fundur voru bara kallar og yfir 70% voru hrein kallateimi sem kom inn á gólf til okkar að kynna og innan við 10%, 10% voru kvennateimi og ég var bara að hugsa, þú veist, gróskaði fulla konum og hrallarnir eru fullir af konum og þær kom allar til okkar. Mér fannst áhugavert sem hún sagði hérna á dæna áðan, kannski er það þessi hvatvísi og sjálfsöryggi að þeir kom allir beint til okkar, þú veist, en það er alltaf smá svona, skulum við segja, lag í að konurnar komi. Og það þarf að huga stuðningsumhverfi sem hvetur konur og kannski þurfum við líka að taka til þetta, það tekur lengri tíma fyrir konur að vera það öruggara að komast á þann stað að vera tilbúnar að taka við eða sækjast eftir fjármagni. Ég sé þetta að breytast, ég er mjög jákvæð á framtíðina og bara svo það sé sagt í hérna, því þú varst með flott árangurshlutfall sko, með kyn og svona fjölda, að ef að þú er varpar því á vísisjóði, þá árangurshlutfalli er 2-4% af því sem kemur inn til okkar og ef þú varpar því á hlutfall kvenna þá er þetta conversion rate í lagi en ég held bara heildarkerfið er ekki í lagi og meðan ég beið hérna áðan þá var ég að fletta upp Empower Now, ný skýrsla á vegum Viðskiptaráðs Íslands, Samtök atvinnulífsins og Empower Now sem er svona fjölbreytni og jafnbreyttis batteri og þar kom fram að 3 sinnum fleiri konur telja sig bera miklu meiri ábyrgð heima fyrir, 4 sinnum fleiri kvenstjórnendur telja sig bera miklu meiri ábyrgð heima fyrir og þar lendur þau að hugsa að nýsköpun er krefjandi, við þurfum að búa til umhverfi sem kemur til móts við konur á þann hátt að það geti sinnt þessu með eða koma með einhvers konar tólinni í samfélagi að þú hugsa menntakerfi og samfélagi frá grunni til þess að auka jafnrétti á öllum sviðum, ekki bara nýsköpun. Einmitt. Það verðist kannski svolítið haldast í hendur þetta umræðan stjórnunarstöður, setu í stjórnum og nýsköpunarumhverfi. Þetta er rosalega krefjandi umhverfi náttúrulega og hafa kannski hingað til að vera skilgreind sem svolítið svona kallæg eða þannig. Þannig að það er mjög áhugaverður punktur og þegar ég var að ræða við þér, það var líka áhugavert að þú varst að tala þetta déjà vu sko, að það hefði einmitt verið fyrir einhverjum árum síðan en þú verður að sjá það aftur í dag að til þess að ná árangri einhvern veginn í nýsköpunargeiranum þá þyrftirðu kannski að vera aðeins kalllægari og svona, já, vera það eins og kall. Já, þetta hefur alveg verið mér hjartans máli í
jafnréttismálum að ég segi alltaf við ungar konur, verið þið sjálfar, ekki vera að breyta ykkur, ekki fara í einhverja staðalímynd, ekki að láta segja ykkur, þið verða að vera svolítið töff og þið megi ekki tala börnin ykkar og þið megi ekki tala þetta, þið er bara að tala þetta. Haldið áfram bara, verið þið sjálf, það er það sem fjölbreytileiki snýst og við myndum ekki sita hérna í dag ef að við værum öll eins, þá sætum við ekki hérna. Þannig að ég hvet ungar konur og bara konur almennt til að halda áfram sínu gildum því ég held að til að ná árangri að það ertu ekki trú sjálfum þér og ert í aðstæðum sem þér líður vel í þá nærði ekkert árangri. Þannig þetta verður umhverfið og við líka að passa upp á og ég held eins og Margrét segir sko að þarna verða fjárfestarnir að komi, þarna verður vinnustæðarnir að komi, stjórnirnar að komi, það þarf svona allsherjar hugafarsbreytingu í þessum efnum. Algjörlega en sko vissulega höfum við náð einhverjum árangri í þessum efnum og hérna Ísland er jafnréttisparadísin og svona þannig að mér var líka alveg til í að fara á svona jákvæða nótur bara og heyra frá ykkur hvaða svona hérna aðferðir hafa skilað okkur þeim árangri sem náðst hefur. Ég veit að það hefur verið frábær árangur hjá Klaki, Kristín, og ég væri rosalega til í að heyra frá þér til að byrja með svona hvað þið hefur verið að gera til að passa upp á þetta. Sko, ég held bara til að byrja með þá þurfum við öll að skilja af hverju við viljum við þessu öðruvísi. Við breytum aldrei einhverju bara til þess að breyta því og Magga kom svolítið inn á það. Ef við viljum leysa öll fjölbreyttu vandamál samfélagsins þá þurfum við fjölbreyttan hóp frumkvöðla. Það er bara þannig. Við getum verið með unga, hressa stráka að leysa flott tæknivandamál, við þurfum þá. En við þurfum líka fólk í hjólastól eða kynsegin fólk eða konur eða eldri borgara eða bara allt niður bara nota heila barna. Við þurfum alla eða öll til að taka þátt. Og það er þessi fyrsta skrefið að vita af hverju við erum að þessu. Við erum ekki að þessu til þess að fara upp einhvern index á Norðurlöndunum eða að uppfylla einhverja ytri kröfur. Við erum aðeins af því það er betra fyrir okkur öll og það er betra fyrir samfélagið að nýsköpunarsenan sé opin og allir upplifi sé velkomin þar inni. Það sem við gerum síðan hjá Klak er að sko, mér finnst alltaf svona pínu uppgjöf í því að tala árangurshlutföll. Af því að þá getum við bara sagt, já það er ekki nóg margar konur sem sækjum í að vera kauphallaforstjórar eða konur þurfum bara að vera duglegri að. Og það er eitthvað sem mikil uppgjöf. Þannig að það sem við gerum, við náttúrulega notum samfélagsmiðla til þess að auglýsa okkar verkefni og þar trökkum við þetta bara. Erum við að ná til fjölbreyttra hópa? Hvernig erum við að ná til þeirra? Við getum trakkað það allan tíman og ef við sjáum að konur ekki að skoða startup supernova-auglýsingarna þá getum við bara að hugsa ok, þá þurfum við að targeta þær betur að þau viljum ná til þeirra. Þannig ég held að markaðssetning sé eitt og það þarf að gera það kerfisbundið. Númer 2 þá er þetta fyrirmyndir og þóttu séum ofta að nota sama fólki þegar kemur á kvenkynsfrumkvöðlum. Við erum ofta að sömu kvenkynsstofnunirnar, sömu kvenkynsstjórnarstjóranirnar sem við misnotum. Sorry Magga. Við erum samt rosalega margar sko. Já, ég veit að núna. Meiri hluti fjárfestingarstjóra í vísisjóðum eru konur. En það sem gleymist oft. Satt, en þegar við erum alltaf ofta að nota sama fólkið og sérstaklega eins og séu stofnendur, það skiptir ekki máli. Við þurfum bara að vera með fyrirmyndir alls staðar. Síðan er líka ekki nóg að vera bara kona, maður þarf að vera feministi. Og það getur verið kallar konur og við erum það hjá Klak og við leggjum við erum alltaf að skoða tölfræði í öllum okkar verkefnum, við teljum alla hausa í öllum fyrirlestrum og í öllu sem við gerum. Við passum að myndefnum okkar birti breiðan hóp fólks, þannig að þetta þarf að vera bara virk vinna frá morgni til kvölds að vita að maður sé að reyna að breyta þessu. Og þá fær maður eins og við fáum núna, við erum með mjög jafn kynjahlutföll og fleiri kvenkynsstofnendur og hreyfingum Klaks fengu styrkir í dag heldur en kallar. Einmitt, og það er bara alveg ótrúlega flott og gaman að heyra af því og gott að svona, miðla þessum aðferðum á milli hagaðila á markanum. En Magga, þú hefði svolítið talað þá mælikvarða og konur á öllum stigum fyrirtækisins, hvað þetta var það og mér fannst það svo góður punktur hjá þér sem sagt þegar við vorum að tala saman og þú veist að tala að þú þarft ekki endilega að vera kona sem stofnandi og þá er það bara orðið að kalla fyrirtæki. Heldur þetta skiptir máli fyrirmyndir allstaðar? Já, það gerir það og auðvitað, þú veist, óskum við eftir því að komi kvenstofnendur og ég kem kannski dýlt allt inn að það líka seinna fjárfestinga, fyrirtæki, arðsemi, frumkvöðlar eru alls konar og það er ekkert one size fits all og ég veit ekki af hverju, hvort það sé bara því að meiri hluti kvenna sem eru vísifjárfestar sem við erum svona virkur þáttakandi í að birta og taka þátt í birta tölfræði og taka þátt í samtalinu því að það er nýsköpun þar fjármagn frá mjög mörgum mismunandi aðilum og vísisjóðir eru alls ekki einhvað sem henta öllum bara út af tímalengd og fleira en það er annar mál. En
það sem allan að sjóðarnir og fjárfestar geta gert eru það sem sko virkir eigendur og það sem við höfum gert er að beita okkur markvisst í ráðningum og verklagi við uppbygging á félagum. Því við fjárfestum þegar kannski eru 2, 4, 5 starfsmenn eða svoleiðis eftir að ráða hina 90 og viljum við ekki að það séu sem fjölbreyttastur hópur. Til dæmis er sko í brunni 1, það er þetta ekki komin alla leið en það er sjóður sem byrjaði 2015 og byrjaði að fjárfesta og fjárfesti yfir 11 fyrirtækjum og nú eru yfir 38% starfsmanna eru konur, 20 og hvað var það aftur allan yfir 28% stjórnenda eru konur, yfir 25% af stjórnarmönnum eru konur og þannig að við beitum okkur fyrir þessu og í brunni 2 sem við byrjum bara að fjárfesta í fyrra af 6 nýráðningum í stjórnendastöður eru 3 konur. Og við vöktum þetta og mælum og beitum okkur fyrir þessu í því svona capacity sem við getum þegar við erum leiðandi fjárfestir með stjórnarsæti og ég held að allir fjárfestar ættu bara að vera vakandi fyrir þessu að fjölbreytt heimi gera betri fyrirtæki. Algjörlega og það sýna rannsóknir alveg svart og hvítu en sama hvaða aðferð á að skila okkur þeim árangri nú er Ragnar, nú þú frumkvöðull og þið 2 saman fyrirtæki sem hefur fengið góðan framgang og gengur vel, spennandi fyrirtæki. Myndirðu svona geta gefið þína upplifun sem hvern frumkvöðull, hvað fannst þér aðlaðandi við umhverfið, hvað var að virka vel á þig og kannski hvað var ekki að virka vel? Sko, ég held að ég sé ekki búin að vera nógu lengi til þess að átta mig á því að þið tala við konur sem eru kannski búin að vera aðeins lengur en ég í þessu og hafa komið að lokuðum dyr á mörgum dyrum lokuðum. Að maður held að þetta væri bara svolítið eðlilegt ferli og sem þetta er náttúrulega að fá hafnanir og fá ekki styrkin alveg strax og svoleiðis þá tekur maður auðvitað bara því sem endurgjöf og gerir vöruna og þjónustuna betri en aftur á móti svona það sem maður þarf að hafa er bara að gefast ekki upp og finna þá bara nýjar leiðir, finna aðra samstarfsaðilega sem að hjálpa manni að byggja upp þá frumgerð sem maður þarf að gera og sanna þá að konseptið sé að virka. Þá getur maður bara að fara að tala aftur við kannski vísisjóðina og svo þarf maður bara duglegur að sækja styrki og gefast ekki upp einmitt. Nákvæmlega og þið hefur bara kýlt á þetta en svo Hrönn, þú tókst á því að stofna leiðtogaauð þannig á sínum tíma. Ekki reynda að stofna. Nei, ok, ég er að gefa þér alveg, já. En það er svona prógram fyrir konur í stjórnendastöðum. Finnst þér að það vera eitthvað sem gæti virkað í nýsköpunargeiranum, eitthvað sem ætti að yfirfæra? Já, ég tók nú sérstaklega eftir í flottu erindarinnar Ingu Tinnu áðan og hún talaði mikilvægi þess að fá stuðning og endurgjöf og hafa tengslanett og þetta er eitt af því sem að ég held að eitt af mörgu sem greinir svolítið á milli kvenna og kalla að það er að kannski hafa konurnar meiri þörf fyrir það að fá svona endurgjöf á það sem þeir eru að gera og líka fá kannski hvatninguna áfram. Og þetta er gríðarlega mikilvægt og þetta var eitt af því sem að leiðtogaauður hefur staðið fyrir að það er að vera bæði með þetta búa til þetta tengslanett, vera öflugar í þessu tengslaneti, við erum misduglegar að tala og misduglegar að koma okkur á framfæri og svo ekki hvað séu það að bjóða upp á það að vera eyru, hlusta og gefa ráð tilbaka. Við höfum líka verið með prógram, svona mentorprógram þar sem við höfum verið að taka unga kvenstöðu stjórnendur peppa þar upp, það eru kannski nýteknar við ábyrgðarfullu starfi og þá er ofta ágætt að hitta eitthvað sem þú þekkir í sjálfu sér ekki neitt en eitthvað sem hefur reynsluna og getur miðlað áfram. Þannig að þetta er umhverfi sem að er bara mjög mikilvægt og ég held að reyndar að strákarnir hafa alveg þetta umhverfi, það er bara á allt öðru formi heldur við viljum hafa það, konundar. Bæði betra. Ha? Bæði betra. Já, alveg og ég er ekki að hallmæla heilu, alls ekki. Nei, þetta er bara mjög góði punktar og ég er svona, einmitt, eins og við hefum komist langt í þessu á Íslandi, svo sem, en því miður er ekki komið þangað sem við viljum. Akkur heldur við séum ekki komin lengra en raun ber vitni. Hver er hindrun? Er það í haustum á okkur? Er það samfélagið, eins og Magga var að tala um? Eða er það svolítið kannski kynbundnar staðalímyndir, eins og Inga Tinna var að nefna, svona ákveðna eiginleika frumkvöðla? Vantar okkur einhverja betri mælikvarða heldur en árangurshlutfall? Hvað finnst ykkur? Kristín Sofía, byrjað þér. Ég held stundum að það megi bara vera sterkari vilji til þess að handstýra hlutunum og ekki skamma sín fyrir það. Það er einhver hræðsla við það að grípa inn í. Við höfum alltaf verið hrædd við kynjakvóta og hrædd við stýringar. Ég er það persónulega ekki.
Mér finnst það bara vera stundum það sem þarf til þess að rétta af kúrs sem rangur. Við erum líka með ákveði í senunni sem við erum líka að breyta að mikið af viðburðum hafa verið eftir vinnu. Stærstu hraðalagnir í okkur keyrðir yfir sumartíma. Þú ferð ekki fleiri konur að þú ætlar að hafa viðburðina milli 4 og 7 á virkum dögum eða bara partí helgar eða keyra stærsta verkefni í júlí þegar leikskólarnir eru lokaðir. Það eru svona litlir hlutir sem safna saman og hafa áhrif. En síðan held ég líka, eins og ég sagði, ég held við séum á góðri leið. Það komið meiri vilji til þess að breyta þessu og ég held þess að staðalímyndir sé eitthvað sem við erum á fullarinn að brjóta niður. Mér finnst áhugavert Inga Tinna að tala áhættu sem frumkvöðull, en hún var flugfreyja. Engar vinkonur mínar hafa oftar atvinnulausar heldur en flugfreyjur. Ég veit ekki meiri áhættusamara starf eða tala starfsöryggi heldur en að vera flugfreyja. Fyrir auðvitað það alltaf í flugi, sem líka ábygglega bara mjög hættulegt. Þannig að einhver leita leika bara hvernig við lítum á áhættu. Akkur það bara ótrúlega safe staður að vita að þú verður rekinn okkur einasta hausti að vera flugfreyja en áhættu samt að vilja stofna fyrirtæki. Og hvað öryggi? Einast öryggi sem hefur verið að vinna í ríkinu 3 mánaða uppsagnarfrestur. Það einhvern veginn líka bara hvernig við tölum áhættu, hvernig við tölum öryggi og hvernig við nýtum þau tækifæri sem við höfum. En ég rosalega jákvæð, ég held að séum að renna í rétta átt en það bara af því að fólki fara að veita þessu athygli og það fullt af fólki sem gefur sér tíma til þess að vilja breyta þessu. Ef við förum bara línuna varandi þetta. Já, ég er líka svona jákvæð. Ég hef svo mikla trú á bara kynslóðin í dag og bara ungu fólki almennt að þetta einhvern veginn að verða svo sjálfsagður hlutur og ég vona það. Ég allavega var á vinnustað í Íslandssjóðum þar sem ég var að vinna með mikið af ungum flottum karlmönnum og ég bara held stundum að þá fannst mér þið vera meiri jafnréttissinnar en ég og ég hef samt alltaf verið mjög jafnréttisinn og mikil kvenréttinda kona og þetta var svo átakalaust líka, þetta var svo áreynslulaust. Þannig ég held að við erum á leiðinni rétta átt en ég alveg sammála því við eigum ekki að vera hrædd við að taka einhver svona átök því stundu þarf maður að ýta hlutunum aðeins áfram en það enginn að taka því illa og það ekkert illa með því að við erum vel sammála það að það fjölbreytileikinn og það það sem kemur okkur vel áfram. Ég held að þetta sé svolítið líka bara hvernig konur hugsa. Þær eru oft með miklu svona samfélagslega þengjandi verkefni sem kannski ekki alveg að ná jafn langt eins og inn hjá vísisjóðum af því að þeir þurfa að vera með ákveðna ávöxtunarkröfu. Það svona spurning hvort það sé þetta bæti inn einhvers konar samfélagslegri ávöxtunarkröfu á vísisjóðuna eða þess áttar til þess að reyna að breyta í rauninni þessu af því að ég held að til dæmis að maður horfir bara á hönnunarsjóð. Það oft rosalega mikið af samfélagslega þengjandi verkefnum þar og það aðalega konur sem sækja og fá styrki þar. Þannig að það ótrúlega áhugavert að bera þetta saman og sjá hvort það sé hægt að breyta einhverju þar. Já, nú ætlum ég náttúrulega að vera ósamlega öllum eins og vanlega, en nei, það margt gott í þessu, en ég held að fólk þurfa aðeins aftur, þetta svo ég takk sem á slangur, en það eiginlega bara sprotar hérna ekki, þannig að við allir hvað að tala þegar ég segi product market fit. Við erum að passa okkur á því að vera ekki að tróða lausnum á hagaðila sem hafa ekkert að gera við viðeigandi vandamál. Mjög stundum í umræðinni eins og það sem við erum að tala stjórnvöld þurfa að gera þetta til að leysa þetta vandamál en það átti sig ekki að það engin tenging milli vandamálsins og stjórnvalda því það einhver annar sem þetta vandamál á við og til að útskýra það sem ég á við dálítið eins og með vísisjóðina það ekki hægt að breyta ávöxtunarkröfu vísisjóða hins vegar hægt að stofna ný fjármögnunar instrument eða opna á eða hvetja til annar gerðar fjármögnunar sem hentar betur eins og komið núna grænir sjóðir úti sem eru mögulega evergreen og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég ætla ekki að breyta háskóla í einhvað annað en hann endilega en hins vegar þarf bara fleiri möguleika, það þarf meiri skilvirkni og sýnileika á þessa möguleika til þess að geta haft fjölbreytileikan meira. En ég sammála því með það þarf að vera markvisst markasefni sem trakkað. Það ekki bara hægt að setjast segir bara það sá engin kona á auglýsinguna og þú varst bara með það í bændablaðinu og kallaklóstunum skilurðu. Það gengur ekki skiljið. Þannig að það þarf að mæla þetta, það þarf að hafa proaktiv og vera meðvituð að gera þetta rétt. Laða rétt af fólkið, hafa strúkturinn, huga þessum litlu atriðum eins og með júlí og svoleiðis. Og svo tek ég bara undir það sem Hrönn sagði að ég líka heiti rosalega mikið, sérstaklega ungum karlmönnum,
sem ég verð bara svo full bjartsýni og bara ég hef því líka trú á næstu kynslóð varðar svona þriðju vaktina og jafnrétti. Þannig ég held að þetta muni breytast en næstu 10-20 ár eru svona gatekeeperar dálítið ennþá okkar kynslóð og þá þarf dálítið að hafa þessu umræðu á lofti, hafa tölfræði sem að ýtir við fólki þannig að samtalið sé á réttum forsendum og aðgerðnar svona rekjanlegar og fólk getur tekið ábyrgð hvort sem þú ert fjárfestir, frumkvöðl eða foreldri. Já, mjög góða punktur og ég held að svona einmitt að þetta sé það eru bjartir tíma framundan og maður getur leitt sér að vera bjartsýn og við viljum sjá góða tölu og við erum að reyna að skoða tölurnar og svona nota einhverja mælikvarða til að ná settum markmiðum en kannski eins og við höfum kannski verið að sjá að þetta árangurshlutfall ekkert fullkomin mælikvarði af því að það segir það nýtir sér prósentreikning til að sýna fram á að 50% hvenær sem sóttum fengur styrk en þær voru bara 2, eitthvað svona og við þurfum kannski að koma með einhverja svona betri mælikvarða til þess að vera með tölurnar fyrir framan okkur að ná einhverjum almennilegu markmiðum. Hvaða mælikvarðar vitið þið og hvað kemur til greina finnst ykkur sem væri gott að mæla þegar ég held að hérna inni viljum við í alvörinu bara taka góðar hugmyndir og koma við framkvæmd sko. Bara einhver sem vil hoppa á það. Eins og sé, í okkar markasetningu, þá erum við ekki ánægð fyrir að koma með helling af konum sem sækjum. Við eldum það bara uppi. Við myndum aldrei vera sátt við það að segja bara já, ein konu sem sóttum með 100% árangurshlutfall, hún komst inn í 10 fyrirtækja hraðal. Við eldum uppi allt. Þannig að við lítum á sem okkar ábyrgð að ná til kvennanna og þóttu þurfum að taka upp síman sem hefur alveg gerst og hringt inn til þess að sækja fyrirtæki inn í verkefni þar sem engin kona eða engin kvennarsfoundur hefur sótt þá gerum við það bara. Þannig ég held einhvern veginn að mælikvarðar fyrir mér að bara vera úthlutunarhlutfall eða bara hversu margir komist inn. Mér alveg sama hversu margir ungi karlmenn nenna að sækja það sem ég vil bara sjá að hlutfallið séu endanum jafnt eða svona sirka bát. Okay. Hrönn, hvað finnst þér þetta? Þetta reyndar einn af lykilparametrunum hjá okkur í nýsköpunarsjóði þegar við erum að skoða tækifæri, eða fjárfestingartækifæri, að það teymi sem skiptir lykilmáli þegar við byrjum að skoða og það náttúrulega að teymi sé þannig samsett að það sýnir fjölbreytileika og auk þess að það sé þessi atrið sem við erum að leita þar sem að teymi vegur hvort annað upp en að því sögðu að þá minnir þetta mig líka aftur svolítið umræðina þegar vorum að tala konur í stjórnir að við vorum svo uppteknar af því að það mætti ekki missa heldur sjónar af gæðunum. Við værum ekki bara að fara til þess að fjölmennin í stjórnir heldur vildum við auðvitað passa upp á það að það væru alla starfísinu vaxnar í því og við áttum okkur ekki alveg á því þá hvað við áttum rosalega mikið kvennaafl þarna úti sem að ég hafa síðan orðið að flottum stjórnarkonum en að samaskapi held ég líka við megum ekki missa sjónar af því að við megum ekki gefa neitt afslátt af verkefnunum, við megum ekki gefa afslátt af gæðunum og ég held að konur vilji það ekki og kallar ekki heldur og ekki blönduðu teymin, við viljum hafa metnað í þessu. Mér finnst líka áhugavert sko með tækniþróunarsjóð hvort að sé að bæta inn til dæmis bara að þú þurfa að fylla út kapptöflu eða svoleiðis þannig að maður sjá virkilega, sjá virkilega hver á fyrirtækin sem á bakvið þannig að sé ekki alltaf bara verkefnastjórinn sem að hefur. Já, það bara mjög góður punktur. Ég held að það myndi alveg skipta sköpum og auðvitað skipta það máli. Hverjir eru fjármagnseigendur líka? Já, þetta náttúrulega breytist ekkert yfir nóttu og við erum bara á góðri vegferð en ég held einmitt að það þarf að passa sem sagt meira kannski svona samfélagslega proaktiv og þetta sé aldrei svona verði náttúrulegt að hafa fjölbreytt teymi af því það bara hreinlega er góðu business að gera það. Það alltaf hætt við þegar koma einhvers svona kvótar eða annað að þá fer það svona tick the box, eins og þetta, já, komum hérna, hringjum í Stínu og hún hérna með á glæru 5 og hún á 3% en það bara svona til að tick í boxi að þessi koni í teyminu. Þetta eitthvað sem að þarf að vera vakandi fyrir og skoða sérstaklega og ef að það eru svona dálítið top down en ekki bottom up hvatar sem ráða för þá mjög hætt við að verði svona og það bara kergja fyrir alla ef að kerfið verður þannig. En samt þá fjölgum við samt fyrirmyndum.
sem á endanum hefur skilað sér í bæði Já og nei, þú stjórnum getur og gert það fjár- öðruvísi líka með því að í rauninni, eins og ég segi með eigandastefnu, fjölga stjórnendum sem fá kauprétti og verða þarandi flotta fyrirmyndir í framhaldinu. En þú veist, auðvitað eru margar leiðir að sama markmiði og það er öðruvísi hvernig maður fer með ríkisfé eða engafé eða annað. Það eru margar lausnir úti og við þurfum bara aftur að hafa réttu lausnina fyrir réttu aðilina, fyrir réttu vandamálið og setja saman mörg þannig sett en ekki að blanda þessu öllu saman þannig að engin árangur nást. Við erum allavega með alls konar góða punkta og skoðanir hérna í panelinum en ég væri alveg til í ef það er einhver spurning úr sal að fá slíka einhver sem, já? Hæ. og svo framvegis. En, já, ekkert mál, ég skal tala í þennan. En það sem að mér langaði að segja er að ég upplifði það pínu, svona eins og þegar ég tók þátt í stjórnmála starfi og seinni, að við séum alltaf svona preaching to the choir. Nú eiga þessi flottu frumkvöðlar sem sitja hér og eru hérna í salnum, þeir eiga að stíga inn í grunnskóluna, vonandi í boði Rannís, og byrja að ræða við ungt fólk frumkvöðlastarfsemi. Fara að ræða, konur komi í meiri hluta þess vegna inn í skólana og byrja að svara á spurningum. Því eins og einhver sagði hérna áðan, fyrirmyndir eru allt. Að geta fengið að sjá ungar flottar konur sem eða ungar gamlar, hvernig sem skiptir engu máli á hvaða aldrei þeir, bara konur sem að standa sér svona vel í frumkvöðlastarfseminu. Ég kem semst úr grunnskólanum, þar og ég tek eftir því hvað við erum ennþá rosalega kynjuð þegar við erum ung. Ég sé unga fólki hlaupa í kynjuðu hlutverkin af því þau hafa engar aðra fyrirmyndir og þessar fyrirmyndir eru á borði hvar sem gömlu ferraveldis hugmyndirnar eru hvar sem þannig að Rannís, takiði góð orð og komiði þessum ungum konum inn í grunnskóluna að fara að predika það að fleiri ungar stúlkur ættu að taka þátt í nýsköpun. Frábær hugmynd, þú veist alveg, takk kærlega fyrir þetta, ekki eitthvað að skrifa þetta niður. Þetta var alveg ángríns brilljant, það er náttúrulega mjög mikilvægt að þetta byrji bara strax í skólunum, þessar fyrirmyndir og við eigum flotta konur í nýsköpun en það þarf kannski að hafa þar meira ábyrgandi, svona eins og Klak hefur gert og það hefur virkað gríðarlega vel, þannig að það er mjög flott. Einhverja fleiri spurningar úr sal? Já. Kemur mækinn til þín. Já, sæl, ég heiti Elinóra og ég formaður kvenna í nýsköpun. Sko, ég skrifaði niður 4 spurningar ef ég má koma. Bara endilega. Til Tækniþróunarsjóðs. Getur verið að skilyrði fyrir fjármagni sjóð einhliða, til dæmis hort meira á tækni en einfaldleika? Getur verið að kerfið í heild séu of þröngt, það er allir eiga að passa í sama kassan og hugmyndir eru alls konar. Getur verið að þessu fordómar vegna tegunda hugmyndar eða vegna menntunar eða aldurs. Og getur verið að hlutfall kvenna og kalla sem eru að fara yfir verkefni séu eitthvað í ólagi. Allt frábæra spurningar. Ég kannski að taka þetta? Já, ég ætla ekki að vera að grípa fram í fyrir ykkur en ég held að ég ætti að svara þessu. Þetta er allt frábæra spurningar og ég held að þær eru nú laður upp þannig að svarið við öllum til að mynda já, til að byrja með. Það getur bara vel verið og þetta er nákvæmlega það sem þarf að skoða. Umsóknarferlin mega ekki vera fráhrindandi í sjóðum eins og hjá Tækniþróunarsjóði. Það er alveg hreina línur. Og þetta varðandi tækni og einfaldleika, þá var ég einmitt að lesa rannsókn hjá Boston Consulting Group þar sem það var talað það að konur sem var að kynna verkefni sín, þær voru ítrekka dregið í efa að þær vissu hvað þær var að tala þegar kemur tæknilegum málefnum og það var svona erfiðara fyrir þær kannski að sanna sig og ef þetta er byggt inn í einhver umsóknarferli hjá eins og til dæmis Tækniþróunarsjóði þá er það náttúrulega mjög slæmt og gæti verið bara góð vinna að skoða það fyrir haustúthlutun. Þannig að takk kærlega fyrir þessa spurningu og spurningar. Eru eitthvað sem þið myndi vilja bæta við? Ragnar, ég myndi kannski vera alveg til að heyra frá þér komment sem bara umsækjandi og styrkþegi. Fannst þér eitthvað í ferlinu kannski líka bara þín upplifun sem að myndi ýta undir þessar vangaveltur? Sko,
ég hef verið að tala náttúrulega við, ég þarna í Mýrinni í frumkvöðlasetri Nákvæmlega. og það alveg helling af konum sem hafa ekki fengið og fólki sem hafa ekki fengið styrk og fólk kalla svolítið eftir einmitt meira gegnsæi sko, þegar það er verið að fara yfir umsóknir, að það sé svona aðal kannski það sem að fólk vil sjá, en sko við náttúrulega fengum styrk, þannig að við bara njótum þeirra forréttinda að fá þessa styrki alla og erum náttúrulega þakklátt fyrir það, en ég í rauninni já, get bara tekið undir það að það þyrfti kannski meira gegnsæi þegar kemur að því. Það mjög góð punktur. Og líka bara þó að þú sést ógeðslega góð í grindahlaupinu og hoppur allar hindranirnar á veginum, þá þýðir það ekki að sé ekki þar. Þannig við þurfum bara klárlega að skoða þetta. Takk Elinóra fyrir mjög góðar spurningar. Og ef að bæta við, þá held ég líka stundum að að það mætti alveg fyrir að endurskoða þetta nafn. Það er að segja verkefnin eru það fjölbreytt, en við erum ekki að ná til kvenna til mynda sem erum með verkefni sem haldar falleikundi tækni þróunarsjóð, en geta gert það svo sannarlega. Af því að þetta lætur mann strax hugsa bara rannsóknarbyggð verkefni, verkefni sem byggja á djúptækni eða hátækni, verkfræði, þetta virkar miklu meira nýsnafn heldur en hversu opinn sjóðurinn er. Og þegar við sjáum fjölda umsækjenda, þá er einhver ástæða fyrir því að konur eru síður að sækjum og það hlýtur alltaf að, þá þyrftu alltaf að skoða markaðssetninguna með og bara er ímynd sjóðsins svo að kona sem er að sinna samfélagslegu verkefni sem byggir ekki á djúpri tækni getur sótt mögulega ekki en hún getur það. Einmitt, þannig að kannski bara svona ákveðin endurmörkun á sjóðnum gæti hleypt smá lífi í umsækjendahópinn og auki á fjölbreytileikann, mjög góða punktur. Eitthvað sem þið myndi vilja bæta við, Hrönn eða Magga? Nei, ég held að þetta sé í rauninni bara alveg rétt. Þetta þarf alltaf bara að vera vakandi og mæla þetta og fá endurgjöf, en ég held að Kristín Soffía eiginlega hitti naglann á höfuðið líka bara að markaðssetning sé að ná til fjölbreytts hóps og að ímynd sjóðsins sé ekki fráhrindandi fyrir einhverja hópa sem við viljum laða að. Það er bara alveg frábær loka orð held ég fyrir þennan panel. Nú er hún Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hæstvirtur ráðherra, komin til okkar til að ávarpa fundinn og þess að þú mistir aðeins á intrón áðan, þá langaði okkur í Tækniþróunarsjóði að þakka þér alveg kærlega fyrir bara mikinn stuðning við Tækniþróunarsjóði í vetur og nýtt ráðuneyti fylgir þeim margar áskoranir en við erum mjög þakklátt fyrir þennan styrka stuðning sem við höfum fengið og erum mjög stolt af úthlutuninni núna þó við séum líka með fullt sem við ætlum greinilega að fara aðeins í að laga. En ég ætlaði bara að bjóða hæstvirtan ráðherra velkomna á svið, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Háskólavísinda, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Gaman að sjá ykkur. Það er á þessum lokadögum þingsins sem maður hefur enga stjórn á dagskráni sinni og þingið stjórnar henni alfarið. En gaman að geta náð að hitta ykkur og gríðarlega mikilvæg umræða sem hefur hér átt sér stað. Ég ætlaði þetta að slá svona tónin í upphafi en nú þarf ég svona að breyta því í lokatón aðeins að vita nákvæmlega hvað hér hefur verið rætt en ég býst við því að umræðan hefur verið góð í allan dag með að við þær panelumræður sem ég náði að heyra hér í lokin. Og það að setja þetta á dagskrá er mjög gott af Tækniþróunarsjóði hér í dag og af því að jafnrétti er ekki sjálfsagt og ekki sjálfgefið og við þurfum alltaf að vera á vaktinni og þó að árangur náist á einum stað þá er það ekki endilega gerist það ekki sjálfkrafa á öðrum. Og í raun gerist almennt lítið sjálfkrafa í þessum efnum yfir höfuð og kynjahallir leynist bara mjög víða í samfélaginu í dag. Og virkar í allar áttir. Í háskólanum sjáum við þetta hallar á karlmenn á sviði menntunar og heilbrigðisgreina og það vantar fleiri konur í raunvísindi. Og af því að það var sagt hér áðan þurfum við að breyta nafninu á Tækniþróunarsjóð að þá breytti Háskólinn Reykjavík nafninu og einni verkfræðigreininni sinni og fékk þar með einungis með þeirri breytingu mun meiri áhuga kvenna á verkfræði. En þessi skiptingu endurspegla síðan í úthlutun styrkja hjá Tækniþróunarsjóði og við sjáum það síðar ennþá betur í atvinnulífinu. Og nýlega var ég með erindi hjá Framvís þar sem þessi mál voru líka á dagskrá og jafnrétti og fjárfestingar í sprotaumhverfinu. Það
Það var mjög mikilvæg og góð umfjöllun og þar nefndi ég mitt að ég kannaði svolítið umræðina sem svona sprettur upp í nýsköpunargeiranum stöðu kvenna í nýsköpun og mér finnst hún ansi lík þeirri umræði sem ég hef oft mætt konur í pólitík. Þær þurfa bara að vera aðeins duglegri að bjóða sig fram. Og þetta einhvern veginn þekki ég ansi vel og konur þurfa bara að vera einhvern veginn aðeins duglegri og það sé nú bara út af því sem hallað hefur á konur í stjórnmálum öll þessi ár. Af því að hlutfallslega þetta bara fínt miðað við þær sem hafa þó gert það. Sömu raddir heyrast nefnilega núna konur í nýsköpun. Hlutfallslega þetta bara þokkalegt en þær þurfa bara að vera duglegri að sækja Og ég ætla bara að reyna að leggja mitt að mörkum við að stoppa þetta strax. Og við eigum að vera búin að læra það að þessar spurningar eru ekki þær spurningar sem við eigum að spyrja þegar við veltum fyrir okkur mismunandi stöðu kynja í mismunandi stöðum í samfélaginu. Og líkt og Elinóra kom hér inn á í lokin að þá eiga spurningarnar að vera annars eðlis. Umhverfið og hvatana, áherslurnar okkar og kerfið sjálft. Var það hugsað og einhliða? Var fjölbreytnin nægilega mikil í upphafi? Tókum við upp dæmi frá löndum sem höfðu bara einfaldlega ekki gætt nægilega vel af jafnrétti? Eitthvað í skólahverfinu sem hvetur konur til síður til að stofna sitt eigið fyrirtæki eða vera í nýsköpun eins og ég heyrði hér líka? Spurningarnar eru nefnilega margar og ég geti haldið lengi áfram. En svarið ekki að konur þurfi bara yfir höfuð vera duglegri við alls konar. Og stuðningskerfi nýsköpunar er orðið ótrúlega viðfemt og það mjög misjöfnt hvernig kynin nýta sér það stuðningsnet og í almennt þeim mikilvægu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í samfélaginu, hvort sem það umhverfismál eða heilbrigðismál eða öðrum krefjandi og flóknum verkefnum, að þá hugverkið og verður að vera hugvitið og nýsköpun í lykil hlutverki. Og á nýsköpunar munum við einfaldlega ekki að ná árangri í þessum stóru áskorunum samtímans, en án þess að nýta allan mannauðinn náum við heldur ekki þeim árangri. Og þetta tvennt verður bara að fara saman. Og ég hef tönglast á því þessa fyrstu mánuði mín í starfi að hugvitið sé lykillinn að bættum lífsgæðum og fleiri tækifærum og gekk svo langt að prenta það og bolla allra starfsmanna ráðuneytisins að það ætti í fyllingu tímans að verða stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og ég á ekki bara við að hugvitið verði sérstök stoð í atvinnulífinu, heldur einnig að hún styrki og stækki okkar klassísku atvinnugreinar. Og í þeirri vegferð þá þurfum við alla með. Og þetta nýja ráðuneyti sem ég svo lánsöm að fá að leiða var sett saman með þeirri hugsun að tengja betur saman háskóla, vísinda, nýsköpun, atvinnulíf, upplýsingatækni, framfarir í fjarskiptum til þess að við getum sótt fram í upplýsingatækni til dæmis sem og vísindi og rannsóknir sem eru auðvitað hryggjastykki þekkingasköpunar. Og mér líður auðvitað alltaf og var að segja frá þessu í Kanada í síðustu viku og við höfum margt sammerkt með þeim og þau sögðu bara, já, þú ert með svona ráðuneyti framtíðarnar. Og ég sagði, já, það nákvæmlega. Það er þannig sem mér líður því ég er að lýsa þessu ráðuneyti og þessari hugsun og það er ótrúlega mikilvægt að við tengjum þessa þætti saman. Af því það er ótrúlega mikilvægt að afrakstur vísinda og rannsóknarstarf skili sér í auknum mæli inn í samfélagið til þess að leysa þær stóru áskorunir sem við stöndum frammi fyrir. Og grunnvísindi eru ótrúlega mikilvæg, við hefum ekki síður að leggja áherslu á vísindum verði til verðmæti og hvað þýðir það? Það þýðir bara einhver noti það sem þú skapar eða býr til eða þróar. Og hlutverk Tækniþróunarsjóðs er einmitt að styðja við rannsóknir og þróunarstarf sem miða að nýsköpun í íslensku atvinnulífi og hann er opinn öllum atvinnugreinum, en nafnið á hann kannski endurspeglar það ekki alveg. Sjóðurinn er þessi mikilvægi samkeppnissjóður sem býður upp á þessa fjölmörgu styrktarflokka og með nýju ráðuneyti að þá fluttist ábyrgð Tækniþróunarsjóðs yfir í mitt ráðuneyti en þar eru þá með því að búa til þetta ráðuneyti eru stærstu íslensku sjóðirnir loksins saman í einu ráðuneyti. Á sviði rannsókna, þróunar og nýsköpunar eru komnir þá undir einn hatt. Auk Tækniþróunarsjóðs eru rannsóknarsjóður, markáætlun, innviðasjóður nú allir undir sama ráðuneyti. Og ég sé bara endalaust tækifæri í breyttri skipan mála og finnst við vera að stíga mjög mikilvægt skref í að gera hugviti, háskólum og einfaldlega framtíðar tækifærum herra undir höfði. Og tækifærin felast meðal annars í því að horfa með heildstæðum hætti á styrkjaumhverfið núna.
og umsýslu þess, greina hvað leiðir má fara betur til að ná fram sem mesti skilvirkni í þessu mikilvæga opinbera stuðningsverkfæri með því leiðarljósi að veita öflugan stuðning þar sem þörf á hverju sinni svo að við séum framúrskarandi og getum borið okkur saman við önnur lönd. Og við viljum vera í frontinum. Og á síðasta ári fóru 30 milljarðar í rannsóknir og nýsköpun hér á Íslandi í gegnum opinbera sjóði, skattafrádrátt og stuðning við alþjóðasamstarf og önnur verkefni tengd nýsköpun. Og ef þið skoðið einhver útgjöld í ríkisfjármálunum, í prósentum, hvar hefur aukist mest, þá það hjá mér sko. Ég er með gullpálmann niðri í fjármálaáætlun. Og árið 2021 var metár í sögu Tækniþróunarsjóðs, bæði hvað varðar heildar upphæð og fjölda úthlutuna og í þessari styrkveitingu nýra verkefna eru 902 milljónir króna. En af því að þau eru til 3 ára þá eru þetta 1700 milljónir og umsóknirnar sem voru yfir 400 og árangurshlutfallið yfir 20%, við getum verið mjög ánægð með þetta. Og við getum verið ótrúlega ánægð með allt sem hefur gerst núna á bara síðustu mánuðum og árum af því að ef þú skoðar gamla greinar og óskir nýsköpunarumhverfisins hvernig þau vildu sjá hlutina, svona drauma heiminum, þá erum við búin að tekja bóksinn sko. Og við vitum öll hér að árangurinn og mikilvægir óumdeilt, við þekkjum þær sögur, en þær sögur eru líka farnar að heyrast herra í íslensku samfélagi og þurfa áfram að heyrast herra. Hverju þetta skilar og frá öllum þeim fyrirtækjum sem hafa orðið að einhverju og að skila sér inn til samfélagsins og ekki bara á Íslandi, út fyrir landsteinina, af því að þeir byrjuðu með aðstoð frá Tækniþróunarsjóði. Og ennþá komu raddir alla þessa peninga sem að fara í og eyða í nýsköpun og þetta umhverfi. Við þurfum að breyta þeirri orðræðu líka. Við erum að fjárfesta í hlutum. Við erum að lyfta hugmyndum upp og fyrir þeim sem eru svona allra aftast á brettinu hvað nýsköpun þýðir að þá útskýri ég þetta stundum bara við séum að reyna að lyfta upp hugmyndum sem eru eins og litlir fuglar og við erum bara rétt að reyna að hjálpa þeim að fljúga. Af því að margir munu fljúga svo ótrúlega hátt að þau borga okkur margfalt tilbaka. Bæði hvort sem það í lausnir á samfélagslegum áskorunum eða í fjármunum og útflutningstekjum. En ágætu gestir, það var ótrúlega gaman að fá að hitta ykkur aðeins hér í dag. Ég trúi því mjög einlægt að tækifærin og lykill að bættum lífsgæðum séu ef hugvitið verði gert herra undir höfði í íslensku samfélagi. Og til þess að svo megi verða rosalega mikilvægt að allir taki þátt og hafi til þess jöfn tækifæri. Og við þurfum að halda áfram, eins og umræðan var hér í dag, að skapa farveg þar sem fjölbreyttur hópur fólks kemur að málum af því án þáttöku allra endurspeglar hugvitið ekki raunveruleg tækifæri samfélagsins. Og ég þó ekki svartsýn að upplagi, það eiginlega bara aldrei og ég sé því bara tækifæri til að gera betur. Og við ætlum einfaldlega ekki að byggja upp framúrskarandi samkeppnishæft nýsköpunarumhverfi án þess að allir sitji við sama borð og hafi jöfn tækifæri til að nýta það að vaxa. Og verkefnið mitt að aðlaga stuðningskerfi nýsköpunar þannig. Við erum búin að hlaupa rosalega hratt síðustu misseri og við höfum alla burði til að gera betur og verða ennþá samkeppnishæfari. Og nú verkefnið að horfa yfir sviðið, hentar það öllum kynjum, getum við fjölgað þeim atvinnugreinum sem ná árangri innan stuðningsumhverfisins og fjölgað þar með tækifærum samfélagsins. Og Ísland hefur einfaldlega alla burði til að gera ennþá betur þó við séum orðin samkeppnishæf og ég vil bara í lokin færa líka starfsfólki og stjórn og fagráði og öðrum sem hafa lagt sitt af mörkum fyrir þeirra framlag og öllum sem tóku þátt hér í dag. En ég vil líka óska Ágústi Hirti til hamingju með starfið en hann tók við snemma á þessu ári og við í ráðuneytinu hlökkum til samstarfsins og þessara uppbyggingar með Rannís sem heyri nú ennþá betur undir eitt ráðuneyti en áður. En ég vil líka óska öllum þeim sem fengu styrk og fá styrk úthlutaðan til hamingju og hvet ykkur sérstaklega til þess að halda áfram og hætta aldrei, þora að hugsa stórt og trúa því að í rauninni sé allt mögulegt. Takk fyrir mig.
Takk kærlega fyrir þetta inspirerandi erindi Áslaug Arna. Þá bara komið að lokum dagskrár hér í dag en mér langaði til að bjóða ykkur öllum til að þiggja veitingar með okkur og styrkja tengslanettið og spjalla við aðra frumkvöðla. Takk kærlega fyrir að koma.